Ég fór til Gínea-Bissá í ágúst 2007. Það var dreifing á landsvísu í Gínea-Bissá. Það sem að 240.000 netum var dreift til allra barna undir 5 ára aldri og ófrískra kvenna. En þetta eru sem sagt, þeir hópar sem eru veikasti fyrir malaríu. Já, rannsóknarspurningi mín í raun og veru var svo að skoða hvernig fólk að nota moskítónetin sín. Það í raun og veru rannsóknarspurningi mín. Býr 1,5 milljón í Gínea-Bissá. Þetta eitt af fátækustu löndum í Afríku og þegar ég fór út að þá var það þriðja neðsta land á lífskjaralista Sameinuðu þjóðanna með einn hæsta barnadauða í heimi og einnig með einn hæsta mæðradauða í heimi. Nú í rannsókninni þá notaði ég opin viðtöl. Ég fylgdist með fólki líka og bara mannlífi almennt. Ég safnaði einnig svona tölulegum gögnum í sambandi við netanotkun og þar heimsótti ég 356 svefnstaði fólks. Það kom mjög flott í ljós í rannsókninni að það voru nokkurn veginn allir að nota moskítónet. Og notkun moskítóneta svona talin vera ákveðin mannréttindi. Netin sem að koma úr dreifingu, þessari dreifingu UNICEF, að þau enduðu í réttum höndum. Þessi net sem að UNICEF að dreifa, þau eru mjög góð úr alveg frábæru efni, en það hins vegar ekki alltaf það sem að fólki vill. Netin eru öll eins. Flest netin sem eru í umferð eru net sem að fólk búið að kaupa sjálft og netin eru ekki ódýr. En netin sem fólk að kaupa, að fólki finnst þau vera mjög falleg. Ef að þeir hefðu þessi skordýreitruðu efni til þess að búa til net í mismunandi litum og annað, þá væri hægt að auka hlutfall þessara skordýreitruðu neta alveg gríðarlega. Svo náttúrulega líka rosalega gott að geta haft netin sem verið að selja á viðráðanlegri verðum. Frá því að ég gerði rannsóknina mína að þá hefur dauðsföllum fækkað úr 1 milljón og niður í 655.000. Og það eru börn undir 5 ára aldri sem eru helst að látast af völdum malaríu, eða 90% af þeim sem að látast af völdum malaríu enn í dag. Það engin ein töfralausn sem á að útrýma malaríu. Og netin sem slík, þau eru frábært tæki til þess að berjast á móti malaríu og að lækka dánatíðni vegna malaríu. En þau eru hins vegar ekki tæki til þess að útrýma malaríu. Ég mjög bránaði með rannsóknina og það sem kom út úr henni. Og mér finnst hún hafa bara í raun og veru undirstrikað það að fólk vill nota moskítónetin. Síðan náttúrulega líka mjög mikilvæg punktur í rannsókninni að sýna fram á hvað heilbrigðisstarfsfólkið rosalega stór þáttur í þessu. Og þá í raun og veru miklu stærri leikari í þessum dreifingum og öðru heldur en þessar stofnanir sem koma frá Vesturlöndum. Þetta kannski ekki heildarlausn, þetta eitt land, en það samt hægt að draga lærdóm af þessari rannsókn. Og þó það væri bara í Gínea-Bissá, þá væri hægt að draga held ég mjög mikilvægan lærdóm af þessari rannsókn. Það eru bara svo fáar svona rannsóknir til. Það eru bara mjög fáar rannsóknir þar sem að fólk hefur verið spurt hvað finnst þér?
útskýrðu með þínum eigin orðum.